533. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar settur. Fundurinn haldinn að Tjarnargötu 12 klukkan 17 á 5. desember 2017. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Eysteinn Eyjólfsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Elín Rós Bjarnadóttir, Gunnar Þórarinsson, Kristinn Jakobsson, Ísak Ernir Kristinsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Böðvar Jónsson, Jóhann Sigurbergsson. Það eru 6 mál á dagskrá fundarins, en þau eru fundargerð bæjarráðs frá 23. og 30. nóvember, númer 2, fundargerð barnaverndarnefndar frá 20. nóvember, númer 3, fundargerð velferðarráðs frá 27. nóvember, númer 4, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 28. nóvember, númer 5, kosning annars varaforseta í bæjarstjórn og númer 6, fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnunar 2018 til 2022, síðar umræða. Tekinni fyrir fyrsti dagskrárliður, en það er fundargerð bæjarráðs frá 23. og 30. nóvember. Orðið er laust. Bæjarstjóri gerði svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna undir fundargerðum bæjarráðs. Alltaf annars vegar að svona bara lýsa yfir ánægju með fyrsta mál í 1105. fundi sem er fjallar það að við fengum þetta til okkar fulltrúa frá Arkís sem er að fullvinna teikningar af nýjum grunnskóla eða nýjum skóla sem er bæði grunnskóli og leikskóli í Dalshverfi inni í Njarðvík og verður afar fróðlegt að fylgjast með áframhaldandi framvindu þess máls en ætlunin er að bjóða fyrsta áfanga byggingarinnar út núna í lok desember og vonandi geta tekið einhverju hagstæðu tilboði í seinnipart janúar. Þetta var annað málið, hitt er síðan 11. mál í síðari fundargerðinni sem eru margnefndar og mikið fjallað viðræður við kröfuhafa sem ég held að ég geti sagt að séu núna komnar á leiðarenda sem er afar mikilvægt fyrir okkur að klára það á þann hátt að við getum svona vel við unna held ég þó að örugglega hefðum við öll viljað sjá meira og ná meiru fram í þessum viðræðum sem eru búin að taka núna 3 ár að þá engu að síður er komið að endalokum þess kafla og mér langaði með leyfi forseta aðeins bara að fjalla svona í punktaformi út á hvað þessi endurskipulagning efnahags Reykjanesbæjar hefur gengið og hvað hún snýst bara bæði til upprifjunar fyrir okkur og svo er ágætt ef einhver er að horfa að hlusta núna í framtíðinni að geta þá fengið svona örstutt yfirlit yfir þetta en eins og við munum að þá var gerð hér fjárhagsleg úttekt á fjárhagslegri stöðu sveitarfélagsins og þann 29. október 2014 að þá var haldinn kynningarfundur í Stapa þar sem lögð var fram staðan og niðurstaðan og áætlun sem fékk nafnið Sóknin og hún gerði ráð fyrir því að við myndum takast á við stöðuna með svona 4 mismunandi aðgerðum. Í fyrsta lagi að auka framlegð í okkar rekstri með því að hækka tekjur og í því skyni var sett á aukaálag og útsvar í 3 ár og við hækkuðum fasteignaskatt. Annars vegar sett að hækka tekjur og hins vegar lækkun gjalda og það snerist ýmislegt en fyrst og fremst endurskoðun á fastri yfirvinnu og akstursgreiðslum og svo var ýmislegt svona sem við getum kallað almenn hagræðing.
Í öðru lagi þá var fjallaði þessi fjölluðu tillögur sóknarinnar að fjárfestingum í nýjum innviðum skyldi haldið í lágmarki, en þó þannig að þær myndi halda í við afskriftir fastafjármuna sem að nú eitthvað staðar í rétt í tæpu 400 milljónum. Í þriðja lagi að stöðva fjárstreymi úr A-hluta bæjarsjóðs yfir í B-hlutafyrirtæki og stofnanir, sem þýðir í stuttumáli að gera Reykjaneshöfn og fasteignir Reykjanesbæjar og náttúrulega aðrar B-hlutastofnanir sjálfbærar. Það hefur nú gengið svona þokkalega, en það nokkur vinna eftir í höfninni, en fasteignir Reykjanesbæjar erum við að leysa með öðrum hætti og sem að bæjarfulltrúum kunnugt meðal annars með því að nýta okkur ákvæði lögum stofnun svokallara almennra íbúða. Og fjórði liðurinn var svo að semja við kröfuhafa með það markmið að lækka og endurskipuleggja skuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins. Og undir þeim lið eru kannski helstu aðgerðir þær að í A-hluta bæjarsjóðs þá vorum við fyrst og fremst að ræða við kröfuhafa eignarhaldsfélagsins fasteignar sem eru 3. Það þrotabú Glitnis sem að nú í eigu ríkisins og inn í fyrirtæki á vegum ríkisins sem heitir Lindarhvoll, og í öðru lagi Íslandsbanki og þriðja lagi Landsbanki. Niðurstaðan úr þessum viðræðum var svo að fasteign verði skipt upp í 2 félög, eignarhaldsfélagi fasteign og F sem við köllum F-ið og svo F5 sem félag og kennitala sem var þegar til, og við færum eignir sem að Reykjanesbær þarf ekki að hafa til ráðstöfunar fyrir lögboðna þjónustu í þetta sérstaka félag F5. Þær verða auglýstar til sölu, en þessar eignir eru Hljómahöll, Íþróttaakademían, Þórustígur 3, Golfskálinn í Leiru, Dráttarbrautin í Gróf og 88 húsið. Samtals mögulegur ávinningur af þessu er á breiðu bili, hann getur orðið enginn. Það er að segja ef að fjárhagsstaðan þannig að við þurfum ekki að selja þessar eignir, og upp í 2,2 milljarða nettó ef að fjárhagsstaðan það slæm að við þurfum að losa okkur við þessar eignir, en það fer sem sagt eftir fjárhagsstöðunni mitt ár 2022. Ef við erum þá undir 150% skuldaviðmiði munu kröfuhafar taka við þessum eignum, og það sé á við að þessi aðgerð geti skilað okkur að hámarki 2,2 milljörðum, því að þá taka þeir eignunum og þeim skuldum sem á þeim hvíla. Hins vegar ef við verðum undir 150% skuldaviðmiði á þessum tíma, þá munum við halda áfram að leigja þessar eignir sem allavega þeir sem ekki verður búið að selja, og eins og margot hefur komið fram að þá eru menn fyrst og fremst að horfa til að reyna að halda Hljómahöll og Íþróttaakademíunni. Nú síðan í A-hluta bæjarsjóðs skuldabréfaflokkur RMB 08 í bæjarsjóði. Það eigandi hans Festa og Lífeyrissjóður Vestmannaeyja. Þetta eru sirka 630 milljónir sem að ætlunin að greiða upp núna. Og í B-hluta samstæðu Reykjanesbæjar á B-hluta þá vil ég fyrst nefna Reykjaneshöfn. Þar eru skuldabréfaflokkar lífeyrissjóðanna RNH 16 og RNH 27, kannski svona stærsta viðfangsefnið, og þeir eru upp á 3,6 milljarða og verða endurfjármagnaðir með láni frá lánasjóði sveitarfélaga á hagstæðari vöxtum, og við erum sem sagt langt komin í þeirri vinnu, fáum vexti upp á 2,75% í stað 6% áður. Lánið tekið af bæjarsjóði en endurlána til Reykjaneshafnar með 0,85% álagi. Uppgreiðsla 2027 heimiluð. Það að vísu einn kröfuhafi og samþykkur þessum vaxtaafslætti sem við fengum, og það óvissum málshöfðun, en aðrir kröfuhafar eru með fyrirvara vaxtaafslátt ef einhver þeirra fær greitt að fullu. Bara rétt að halda því til haga. Þannig að það þarna smá óvissa sem á eftir að skýrast. Nú Festa lífeyrissjóður í höfninni upp á 390 milljónir verður greiddur upp. Íslandsbanki og Landsbanki, þetta eru milljarður sem við ætlum að gera upp þannig að við borgum 70% af því, og veð í lóðum í Helguvík á móti þessum 30% sem eftir verða, og þær færast, við munum síðan halda áfram að reyna að selja þær, og þær færast til bankana ef
og ekki verður búið að selja þær að koma þeim út fyrir árslok 2022. Samtals ávinningur þessu um 1200 milljónir. Nú varðandi aðra B-hlutastofnun sem eru fasteignir Reykjanesbæjar, þá verður fondbreyting á félagslega húsnæðiskerfinu, stofnum almennar íbúðir eins og lög nr. 52 frá 2016 heimila og færum skuldir núverandi fasteigna Reykjanesbæjar út úr skuldaviðmiði upp á 2,7 milljarða. Við höfum þegar selt 4 íbúðir út úr félagslega kerfinu, þar af 2 af þessu 4 til skjólstæðinga sem bjuggu í íbúðunum, sem var mjög gott. Og aðrar eignir sem þegar hafa verið seldar og ákveðlandi lán færð út eru Hrannagata 6 sem við seldum Þroskahjálp á 30 milljónir. Hafnagata 22 var seld einkaaðilum á 12,5 milljónir og Hafnagata 38 sem veitingastaður Pattís var seld einkaaðilum á 16 milljónir króna. Nú aðrar eignir sem eru til sölu eru Rammahúsið sem við þekkjum undir því nafni, Víkingaheimar og Iðavelli 7 við knattspyrnuvöllinn á Iðavöllum. Þessar eignir hafa verið og eru í söluferli. En síðan að lokum stærsta kannski ólokna málið forksjóðurinn eða þetta svo kallaða magmabréf. Það mjög breytt bil á því líka, mögulegur ávinningur gæti verið 0 en hann gæti líka orðið alltaf 2 milljarðar að því talið og við höfum leitað eftir frestun og gjalddaga skuldabréfa þessa forksjóðs til 15. desember 2018 og hlutabréfin í HS Orku eru 12,7% hlutur í HS Orku yrðu þá sett í söluferli. Nú þetta eins og þið heyrið, það víða komið við í þessu ferli og þetta búið að taka langan tíma og mikinn og við erum eins og ég sagði áðan staðið í þessi 3 ár meira og minna og það hafa margir komið á máli og mér finnst ástæða til þess að nefna hér nokkra aðila sérstaklega og þakka þeim sérstaklega fyrir. Það náttúrulega bæjarfulltrúar, bæði í bæjarráði og allir bæjarfulltrúar í bæjarstjórn. Það Þórey Guðmundsdóttir sem sviðsstjóri fjármálasviðs og Ásbjörn Jónsson, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs og Halldór Karl hafnarstjóri okkar hafa öll lagt mikið á sig til þess að koma þessu heim og saman og síðan höfum við verið með ýmsa ráðgjafa með okkur og lögfræðinga. Ég vil nefna Ólaf Aribjörn Sigurðsson og Ara Karlsson frá Logos, Svambjörn Thoroddsen, Guðmund Pálsson og Odd Gunnar Jónsson frá KPMG, Ágúst Heimir og fleiri frá Deloitte sem voru með okkur í fyrstu upphafið þessarar lotu og svo náttúrulega eftirlitsnefndin með fjármálum sveitarfélaga þar sem Þórir Ólafsson í forystu og starfsmaður hennar Eiríkur Benónísson og lokum ástæða til að þakka kröfuhöfum líka þó við höfum oft tekist á og verið sé hlutana með misjöfnum augum skulum við segja þá ástæða til að þakka þeim fyrir líka að þessi niðurstaða skuli þó vera í höfn. Takk. Ingigerd Sæmundsdóttir. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjórar, gestir. Ég ætla að koma inn undir 1150. fundargerð bæjarráðs, liður 2. Þess að ég ætla bara að vekja athygli á að við erum að setja meiri fjármuni í hvatagreiðslurnar og loksins verða 16 til 18 ára iðkendur fá tækifæri til að fá hvatagreiðslu á næstu árum og vonandi mun það draga úr brottfalli þessa hóps en við vitum ekki alveg hvort það hafi verið ástæðan fyrir brottfalli að kostnaður við að iðka greinar og tómstundir en þetta allavega frábært framtak. Það hafa ekki fleiri kvassir ljós undir fundargerðum bæjarráðs. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar bennum að gefa merki. Það eru samþykktar 11.0. Þá komið að fundargerð barnaverndarnefndar frá 20. nóvember. Hún hér lögð fram, orðið laust. Það enginn sem kveður sér ljós þessa fundargerð, hún hér með lögð fram. Og þá komið að lið nr. 3 sem fundargerð velferðarráðs frá 27. nóvember, orðið laust. Ísak Örn Geirsson.
virðulegur forseti, bæjarfulltrúar. Mig langar að vekja athygli á lið númer 1 í fundargerðinni, þar sem við vorum að fjalla endurskoðun reglna félagslegt leiguhúsnæði. Við tókum umræðu þetta hér í bæjarstjórn á sínum tíma. Við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum fram hugmyndir að breytingum reglur breytingar á þessum reglum og það var mjög vel tekið í það og myndaðist góð sátt í nefndinni og vorum við að samþykkja þær breytingar. Helst að nefna þar, með þessum breytingum erum við að reyna að ná markmiði lagana félagslegt húsnæði. Að þeir sem raunverulega þurfa á félagslegu húsnæði að halda séu þar inni. Þeir sem geta reitt sig eftir öðrum leiðum séu þá utan kerfisins. Til að mynda verið að gera breytingar á lengd leigusamnings. Áður var það þannig að þú fékkst strax 6 mánuði til reynslu og svo ótímabundinn leigusamning. Nú leigusamningur gerður til 1 árs í senn og svo hann endurnýjaður eftir 1 ár. Það endurskoðun árlega, það var á 3 ára fresti að það þurftur að gefa upp skattframtal og önnur gögn til þess að kanna hvort að þú uppfylltir viðmiðin. Þannig að nú það kannað árlega í stað þess á 3 ára fresti. Það verið að setja inn nýtt matsform þar sem verið að meta þörf, hvers og eins raunverulega þörf á félagslegu, hvort þú þurfir á félagslegu leiguhúsnæði að halda. Og að lokum verið að setja inn þarna ákvæði þar sem segir til að það gerð persónulega áætlun með hverjum og einum áður en fara inn í kerfið. Eins og við ræddum hér í bæjarstjórn á sínu tíma líta ber á leigu í félagslegu húsnæði sem skammtímalausn, ekki sem tímabundið úrræði. Þannig að þannig þá gerð áætlun með hverjum og einum og áætlunar eru misjafnar eins og einstaklingarnir eru margir inn í kerfinu. Sumir þurfa að reyna að öðlast fjárhagslegt sjálfstæði, aðrir hafa áhuga eða ætla sér á öðrum markmiðum. Þannig þessar breytingar eru að hinu góða og stuðla að því að við náum settum marki miðað við reglur lög félagslegt leiguhúsnæði. Þannig ég ætla að þakka kærlega fyrir þessa frábæra samstöðu í nefndinni sem urðu að þessum breytingum. Mér langar að nefna eitt í viðbót varðandi félagslegt leiguhúsnæði. Bæjarstjóri Kjartan Már kom inn á það áðan að það búið að selja nokkrar eignir út úr kerfinu til aðila sem uppfylla ekki lengur skilyrðin. Ég lagði til á þessum sama fundi að við myndum setja reglur það. Það eru mjög flotta reglur sem Kópavogur setti þetta á sínu tíma og ég held að það ætti að vera bara skýrar að þegar uppfyllir ekki lengur þörf eða markmið eða viðmið leigu í félagslegu húsnæði þá getur þú keypt eignar sem þú býrð í ef þú uppfyllir ákveðin skilyrði. Þannig ég held að við ættum að halda áfram á þessari vegferð. Svo eitt atriði sem ég ætla að nefna hérna að endingu að það þessar íbúðir sem eru ætlaðar öldruðum. Ég held að við þurfum að taka umræðum það, pólitíkin, fasteignir Reykjanesbæjar og úthlutunarhópurinn og velferðarnefnd, hvort að það sé raunverulegt markmið okkar þessa félagslega kerfis að vera með íbúðir eins og Kirkjuvegi 11 og Aðalgötu 5, svona hlutdeildar íbúðir þar sem að fólk ofta á tíðum selur eignina sem það býr í, borga sig inn í kerfið og greiði svo mánaðarlega. Þessar íbúðir eru inn í félagslega leiguhúsnæðiskerfinu okkar. Það eru að vinna góða, þessar íbúðir. Ég held að ég geti séð mig vel í svona samfélagi þegar ég verið eldri, en mér finnst það ekki í takt við félagslegt leiguhúsnæði að þessar íbúðir falli þar undir. Þannig ég held að þetta sé einhver umræða og stefnumörkun sem við þurfum allavega að fara í huga að. En kærar þakkir. Kristinn Jakobsson. Virðulegi forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og getur gestir. Ég kvartaði yfir því þegar að vantar upplýsingar inn á fundargáttir sem varða fundarefni þessara ráða sem við erum að fjalla um. Og til dæmis þá vantar drögin að reglum með húsnæðismál sem var að bæjarfulltrúi Ísak var að minnast á og síðan
4. liðurinn, mælaborð fyrir við lykiltölu velferðarsviðs Reykjanesbæjar október mælaborð 2017. Þetta þætti mér áskaplega gott að geta gloggað mig betur á í undirbúningi undir umræðu hér á fundum. Og ég óska bara eftir því og ég vona að þetta verði þá í síðasta skipti sem ég kem hérna upp og raut og tauta yfir rála og tauta yfir vöntun á upplýsingum að þetta verði einhvern tíma komið í lag. Það varla fundur sem við höldum hérna, ég kom upp og ég hef ekki fulltrúa, Framsóknarflokkurinn hefur því miður ekki fulltrúa í ráðum sem var eftir ákvörðun bæjarráðs og bæjarstjórnar hér í árdaga í upphafi kjörtímabils og ég bara óska eftir því að þetta verði kippt í lag. Það var opnað fyrir gáttirnar hjá öllum nefndum sem átti að vera svona sportslega að maður geti gloggað sig á umræðun á þeim fundu sem að ráðin halda. Ég óska eftir því að þessu verði framfylgt, þessu loforði verði framfylgt. Ingigerður, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég siti í þessu ráði en ég ætla ekki að fara að afsaka þessi vinnubrögð. Ég ætla bara að upplýsa að drögin eru í fundunum sem var nr. 356, drögin á reglunum og það náðist ekki að fara yfir mælaborðið á síðasta fundi, þau voru ekki tilbúin. Þannig að það hefði átt að standa, það var kannski ekki alveg nógu vel innan funda hér. En það upplýsist þá hér með. Drögin eru í fylgiskjölu með 357. fundi. Kristinn Jakobsson. Ræða bæjarfulltrúa Ingigerðar setur mig hljóðan algjörlega. Ég næ ekki að fundargerðir, það kemur annað umkvörtunarefni, eru fundargerðir velferðarráðs ekki réttar. Ef að það stendur Hera Ósk Einarsdóttir sviðsstjóri velferðarsviðs fer yfir lykiltölu velferðarsviðs Reykjanesbæjar í október, mælaborð 2007. Hér kemur bæjarfulltrúi og segir það var ekki farið yfir það. Samt stendur það í fundargerð. Hvað í gangi? Bæjarstjóri. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég bara get ekki svarað spurningu bæjarfulltrúans, veit ekki, satt ekki þennan fund og ég skal kanna hvað þetta fór fram nákvæmlega og hafa svör á taktinum í því. Ég var á sviðsstjórafundi í morgun með Heru og kallaði eftir því að fá að sjá þetta mælaborð þá en hún tilkynnti mig þá að það væri ekki tilbúið og þannig að ég spurði hann svo sem ekki meira út í fundargerðinans líka. Ég skal gera það og hafa þau svör á hreinu. Það er ekki Friðjón Hreinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að koma undir, taka undir orð Ísaks Kristinssonar. Þetta eru góða breytingar sem við erum að gera á reglum og ánægilegt að það skapi svona fín samstaða um málið og ég vil líka nefna það að þessar hlutdeildaríbúðir sem við höfum rætt stundu hérna að ég tel sjálfur að þarna þurfa að gera breytingar á og vegna þess að þessar íbúðir eru raun og veru ekki félagslegar íbúðir heldur eru þetta hlutdeildaríbúðir og það sem ekki tekið tillit til tekna og eigna viðkomandi. Þannig að ég held að það væri mjög gott næsta skref hjá okkur að skoða þessar eignir og spurning hvort að það farið þá alfarið undir félagslega kerfið og hætti sem hlutdeildaríbúðir. Það væri svona mín hugsun í þessu. En þessi er góð hugmynd og takk fyrir góða vinnu. Það hafi ekki fleiri kvað sér ljós fundargerð velferðarráðs frá 27. nóvember. Þeir sem samþykkt geta fundargerðin eru bænum að gefa merki. Hún er samþykkt frú bæjarfulltrúi Elín Rós. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina, hún er samþykkt 11-0.
Kristín Jakobsson ætlar ekki að greiða. Hún er samþykkt 9-0. Þá er komið að fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 28. nóvember, orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós fundargerðina. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina beðnir að gefa merki. Hún er samþykkt 11-0. Þá er komið að kjöri annars varaforseta í bæjarstjórn og það er komið fram til að Ingigerður Sæmundsdóttir. Einhverjar aðra tillögur. Svo er ekki, þá telst Ingigerður Sæmundsdóttir sjálfkjörin annar varaforseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. Til hamingju með það. Þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem er fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana frá 2018 til 2022. Síðari umræða. Bæjarstjóri hefur beðið orðið, gerið svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, hér er lögð fram til annarar og síðari umræðu fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir tímabilið 2018 til 2022 sem er eins og framkom þegar áætlunin var lögð fram til fyrri umræðu þann 7. nóvember síðastliðinn þá er þetta óvenjulegt að því leyti að þetta er einu ári lengri tími heldur en kannski lögin gerir ráð fyrir en það er bara til þess að þetta harmoneri saman við aðlögunaráætlunin okkar og okkur fannst þetta svona tilvalið að vinna þetta á sömu tímalínu. En við gáfum og bæjarfulltrúar fengu þann 7. nóvember síðastliðinn þetta skjal hér sem heitir Forsendur og markmið fjárhagsáætlunar og ég ætla ekkert að fjalla það svo sem meira en ég ætla aðeins svona að bara stikla á, það hafa orðið breytingar á áætluninni frá því að hún var lögð fram til fyrri umræðu, eins og segi þann 7. nóvember síðastliðinn og þær breytingar eru aðalega og eingöngu í A-hluta bæjarsjóðs, hafa verið kynntar í bæjarráði og máli verið til umræðu og á dagskrá bæjarráðs, minnst að kosti 3 fundur bæjarráðs á milli funda bæjarstjórnar eða frá þessum tíma 7. nóvember og ég ætla því ekki að fara í sjálfu sér í neinum smáatriðum yfir áætlunina en engu að síður að stikla hérna á stóru og breytingarnar eru sem þær í A-hlutanum eins og segi að það voru ekki breytingar í B-hluta en það voru breytingar í A-hluta bæjarsjóðs að tekjur þær hækkuðu nettó 191 milljón á milli umræðna og verða 13,9 milljarðar 13.905 milljónir í bæjarsjóði árinu 2018 og 16 voru 12,297 gjaldaliðirnir í fyrri umræðinni en verða núna það verður aðeins runnið til hjá mér á blaðinu verða núna 13 milljónir, nei gjaldaliðir verða 12.272 milljónir og framleiðin sem var 1.416 milljónir áætluð verður núna 1.633 milljónir aðrir liðir svo þar fyrir neðan eru óbreyttir þannig að rekstra niðurstaða áætluð í bæjarsjóði sem var til fyrri umræðu áætluð 125 milljónir verður samkvæmt breyttri áætluð núna 394 milljónir 695.000 krónur og við sjálfsögðu til í að fara yfir þetta fjármálastjórinn er hér hjá okkur og við getum rætt þessi mál og útskýrt ef að bæjarfulltrúar hafa einhverjar
einhverjar spurningar og óskir. Forsendur eins og sagðan eru óbreyttar. Ég ætla þá bara að taka hérna A og B hluta helstu niðurstöðutölur úr því að áætlun 2018 gerir ráð fyrir að tekjur samstæðanna verði 20 milljarðar, tæpur 21 milljarður, 20 milljarðar 897 milljónir, að gjöldin verði 16 milljarðar 295 milljónir, þannig að framlegð samstæðanna verði 4,6 milljarðar, afskriftir í samstæðinni eru 1333 milljónir, þannig að niðurstaða án fjármagnsliða verði 3 milljarðar 268 milljónir og að teknu tilliti til fjármagnsgjalda og hlutdeild minnihluta og óreglulegra liða og tekjuskatts að þá áætlað að rekstra niðurstaða samstæðunnar á árinu 2018 verði 934 milljónir í plús. Og síðan í áætluninni, eða þeim gögnum sem bæjarfulltrúar hafa, eru áætlanir næstu ára þar á eftir, 2019, 20, 21 og 22 og eins og öllum kunnugt að þá erum við með þessu að setja fram áætlun sem ætlar að leiða okkur undir og við þurfum að fylgja mjög stíft á næsta árum undir 150% skuldaviðmið sem að sveitarstjórnarlögin gera kröfum. En það þó rétt að vekja athygli á því að það eru óvissu þættir í áætlunni, ýmsir eins og til dæmis þróun íbúafjölda í Reykjanesbæ á næsta árum sem hefur verið fordæmalaus og meiri en nokkur staðar annar staðar og við vitum ekki alveg hvernig það þróast og það vissulega hefur það áhyggjur og tekjur. En því fylgja líka gjöld. Þannig að við erum að gera ráð fyrir, eins og ég sagði hér í máli mínu áðan, að byggja einn skóla á tímabilinu og hver veit nema að þær þarfir breytist og við þurfum kannski að fara að huga bara fljótlega að öðrum eða eftir 2-3 ára undirbúa byggingu annars skóla. Það fyrir vissulega eftir íbúðaþróunni. Önnur mjög stór breyta í þessu hvað gerist í höfnin okkar, hvað gerist í Helguvík, af þeim stóriði áformum sem þar eru og þeir tekjuöflun sem að tengjast þeim áformum eins og kísilverum og skipakomu vegna þeirra og svona, þannig að það óvíst en við leggjum upp með það hérna embættismennirnir að bíða með að endurskoða aðlögunaráætlunina þar til að þessi mál hafa skýrst vonandi á fyrirhluta næsta árs og við heyrðum það í fréttum núna að United Silicon hefur sótt framlengingu á greiðslustöðun og við gerum okkur vonur að myndin skýrist svona þegar fer að líða eitthvað inn á nýja árið. Þá væntanlega tökum við þessa aðlögunaráætlun upp og endurskoðum við breytta forsendur. En forseti, þetta plagg lagt fram hér til umræðu og meðferðar bæjarstjórnar og ég vil kannski nota þetta tækifæri og þakka hér nokkurum aðalum fyrir mjög góða vinnu. Aftur Þóri Guðmundsdóttur fjármálastjóra og hennar fólki, Regínu Guðmundsdóttur sem deildarstjóri reikningshalds hjá okkur, sviðsstjórunum öllum og hafnarstjóra og Pálmari Guðmundsssyni sem rekstrarstjóri fasteignafélaganna okkar, stjórnendum stofnana og starfsmönnum hagdeildar og svo náttúrulega starfsfólki almennt. Það hafa allir lagt sín lóð og vogarskálar og tekið þátt í þessu. Við erum að róa öll í sömu átt og ekki síst þið, ágætu bæjarfulltrúar, róið takkið vel á árunum með okkur og ég sannfærður að þannig munum við ná árangri. Böðvar Jónsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum núna að leggja fram fjárhagsáætlun í síðasta skipti á þessu kjörtímabili og það margt jákvætt sem hefur gerst á þessum 4 árum, margar góða breytingar og þar auðvitað fyrst og fremst að telja á milli áranna 2014 og 2017 nú áætlað að tekjur bæjarsjóðs hafi vaxið 3.700 milljónir
árlega eða tæplega 40%. Það er í sjálfu sér auðvelt að halda því fram að þessi hagfellda þróun efnahagsmála, jákvæðar breytingar á atvinnustiginu, mikil íbúafjölgun og stöðugt lækkandi kostnaður, til dæmis vegna fjárhagsaðstoðar og húsaleigubóta, gerðu það að verkum að fjárhagsstaða sveitarfélagsins hefði ekki getað annað en tekið jákvæðum breytingum á þessu kjörtímabili. Og auðvitað hafa þessir þættir verulega áhrif og kannski stærstu áhrifin. En það er líka sanngjarnt að geta þess, eins og við sjálfstæðismenn höfum svo sem alltaf gert á þessu kjörtímabili, að nefna að rekstur sveitarfélagsins hefur verið í góðu horfi, útgjaldavextinum hefur verið haldið í skefjum og rekstrargjöldin hafa þannig vaxið hægar heldur en tekjurnar. Á fundi bæjarstjórnar 7. nóvember, þegar að fjárhagsáætlunin var lögð fram til fyrri umræðu, að þá setti meirihluti bæjarstjórnar fram sína bókun og í þeirri bókun var í sjálfu sér sleginn svolítið nýr og að mörgu leyti pólitískari tónn heldur en oft hefur verið, að minnsta kosti ef horftið til síðasta árs á undan. Og í henni er ekki lengur fjallað ákvarðanir bæjarstjórnar sem að hafa þó verið samhljóða að langmestu, heldur fyrst og fremst ákvarðanir meirihlutans. Þannig segir til dæmis að útsvar hafi lækkað eins og meirihluti bæjarstjórnar hafi boðað. Ég minnist þess nú í sjálfu sér ekki að einhver sérstök boðun hafi verið send út af því. Það hefur reynda verið rætt hér af vel flestum bæjarfulltrúum í þessum sal á þessu tímabili. Og það mætti í sjálfu sér alveg segja að auka álagið sem var sett á útsvar á sínum tíma hafi þá staðið árinu lengur heldur en upphaflega stóð til. Og það hafi þá verið í boði meirihlutans. En ég ætla ekki að fara heldur þá ósanngjarna leið vegna þess að það var samhljóða ákvörðun bæjarstjórnar að viðhalda því álagi í 3 ár, alveg eins og það er sameiginleg ákvörðun bæjarstjórnar nú að fella álagið niður og færa þá útsvarið til fyrra horfs. En vegna þessarar ákvörðunar að þá munu tekjurnar hækka minna heldur en útgjöldin á milli áranna 2017 og 2018. En að mínu mati er tekjuspáin ennþá mjög varfærin og þó að það sé í sjálfu sér gott að hafa borð fyrir báru hvað varðar tekjurnar, að þá verðum við samt að gæta þess að við setjum tekjurnar ekki svo lágar að það takmarki getu okkar til þess að halda upp í þjónustu og bæta hér aðstöðu íbúana. Og ég held að núna þegar að samningum og viðræðum við kröfuhafana er lokið að þá geti menn farið að horfa aðeins raunhæfar á tekju hliðina, en að minnsta kosti á þessu kjörtímabili höfum við alltaf verið að hækka tekjurnar frá því sem að fyrri áætlanir hafa gert ráð fyrir. Og það er eitt af því er íbúaþróunin eins og bæjarstjóri kom hér inn á áðan. Í þessari áætlun er gert ráð fyrir því að íbúaþróun verði 3% næstu 2 árin og svo 2,5% eftir það. Og ef við horfum á áætlun vaxtar til dæmis hjá Isavia og spá framtíðarseturs Íslands, að þá sjáum við að þær áætlanir gera ráð fyrir mun meiri fjölgun og í þeirri húsnæðisáætlun sem nú er verið að vinna og verður væntanlega lögð hér fyrir bæjarstjórn síðar í desember eða strax í janúar, að þar er til dæmis gert ráð fyrir því að íbúafjölgun verði 4% á ári næstu 4 árin. Og mörgu leyti myndi ég halda að það sé ekki of hátt skotið í þeirri áætlun. En munurinn á þessum 2 spám, það er að segja íbúaspánni eins og hún er sett fram hér í
fjárhagsáætlun og svo þeirri sem verið að vinna núna í húsnæðisáætlunni. Og hún þýðir það að það eru hér 1000 íbúum fleira í lok tímabilsins sem þýðir þá tekjur upp á 700 til 800 milljónir í bæjarsjóði. Nú auðvitað fylgir þeirri fjölgun líka gjöld eins og bæjarstjóri nefndi hér réttilega, en eins og við höfum séð þá hafa nú tekjurnar vaxið á meira heldur en gjöldin, auk þess en það hefur mjög jákvæð áhrif á skuldaviðmið þegar tekjurnar hækka. Nú við erum ennþá að reikna með því að tekjur jöfnunarsjóðs verði 170 milljónir lægri á þessu ári heldur en þær voru í fyrra og sú áætlun heldur svo áfram þá inn í þessi ár sem við erum að horfa núna 2018 til 2022 og það má í sjálfu sér alveg segja það, allavega halda því fram að tekjur jöfnunarsjóðsins lækki vegna þess að útsvarið að hækka. En hins vegar hefur reynslan verið svo að framlög jöfnunarsjóðsins hafa hækkað árlega öll árin sem við höfum verið að horfa á núna undanfarið og ég held að miðað við þær breytingar sem eru í landslæginu almennt, það er að segja hækkun tekna landsmanna almennt og hækkun tekna ríkissjóðs, að þá eru aukin framlög að fara inn í jöfnunarsjóðin sem að síðan dælast út til sveitarfélagana og jafnvel þó að útsvarstekjurnar séu að hækka hjá okkur að þá tel ég alla líkur á því og sterkari rök fyrir því að segja að framlög jöfnunarsjóðsins muni hækka frekar heldur en að lækka. Við erum hvergi að gera ráð fyrir heldur endurgreiðslu á þeim kostnaði sem við höfum lagt út vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar. Það er auðvitað einskiptist framlag en ætti að nema 200 milljónir króna. Og við höfum, eftir því sem ég best veit, svona jákvæðar væntingar að það skili sér og það er gríðarlega mikilvægt að það skili sér. Vegna þess að annars nú hægt við að sú vinna sem búið er að leggja í og hún sé til lítils. En þetta eru stórar tölur og vonandi kemur það inn, ef ekki á þessu ári þá allavega á því næsta. Og við erum heldur ekki að gera ráð fyrir því að neitt komi út úr uppgjöri á orkusjóðnum sem við ættum þó að hafa væntingar eins og bæjarstjórinn nefndi hér og ætti þó að skila bæjarsjóði vonandi 2 milljörðum þegar upp staðið inn í þetta tímabil sem við erum að horfa á 2018 til 2022. Þannig að það eru talsverðar hólur sem þarna eru og vonandi koma inn auknar tekjur frá því sem við erum að leggja fram hér. Nú, það verður nokkuð breyting á skuldahlið efnahagsreikningsins. Það er verið að færa út skuldir eignarhaldsfélagsins fasteignar á það byrð 2 milljarða og sömuleiðis fasteignar Reykjanesbæjar, rúma 2. Skuldir hafnarinnar eru að lækka og færa þar út en þær koma inn í skuldahlið bæjarsjóðs sem á móti að hækka talsvert. Og þessar tilfærslur eru í flestum tilfellum jákvæðar og eðlilegar. Eins og ég nefndi nú hér á síðasta bæjarstjórnarfundi að þá er í raun ekki eðlilegt að skuldir vegna félagslegra íbúða séu inn í efnahagsreikningi bæjarsjóðs eða sveitarfélagsins. Og það er ósanngjarnt í samanburði sveitarfélaga að halda slíkum skuldum inn í efnahagsreikningnum gagnvart þeim sveitarfélögum sem eru þá að standa sig betur en önnur í því að bjóða upp á félagslegt húsnæði. Og ef þær eru inni þá dregur það líka úr vilja sveitarfélagana til þess að bjóða upp á félagslegt húsnæði og í raun vinna þá gegn því markmiði að fjölga hér félagslegum úrræðum í húsnæðismálum. En þær breytingar sem eru gerðar á eignarhaldsfélaginu Fasteign og voru samþykktar á síðasta bæjarráðsfundi og við vorum að samþykkja hér fyrir á þessum fundi að þær voru enga síður ekki alveg jafn hagfelldar sveitarfélaginu eins og menn höfðu vonast til. Og það verður að segjast eins og það eru mikil vonbrigði.
Vextirnir eru of háir og skilyrði sem voru sett í þeim samningum á síðustu metrum voru eiginlega allir þannig að það hallaði á Reykjanesbæ. Og það í raun ólíðandi og óþolandi að einn erfiðasti andstæðingurinn og samningsaðilinn okkar í öllu þessu ferli sé ríkið og ríkisfyrirtæki eins og tilfelli var, en þarna erum við að fást við ríkissjóð og ríkisbankana og þar greiðum við núna hæstu vexti sem við erum að greiða af skuldum okkar og má næstu því kalla ofurvexti í samanborði við vaxtakjörin sem við erum að fá annar staðar. Það er að segja hjá lánasjóði sveitarfélaga. 60–70% hærri vextir heldur við greiðum hjá lánasjóði sveitarfélaga. Þannig ég held að það sé mikilvægt að við leitum leiða í raun bara sem fyrst til þess að komast út úr þessum samningum, endurfjármagna þá í gegnum lánasjóðin eða aðra sem að bjóða betur eða greiða upp ef að fjármunir fást sem ekki hefur verið gert ráð fyrir í þeim áætlunum sem við erum núna að leggja hér fram og ég kom hér aðeins inn á áðan. Meirihlutinn sagði hér í bókun á þar síðasta fundi að með þessari fjárhagsáætlun hafi verið staðið við öll fyrirheit sem að gefin voru í málefnasamningi núverandi meirihluta. Ég var á hækjum þannig að ég átti erfitt með að koma hér upp þá, þannig ég ákvað að gera það bara núna. En málefnasamningurinn, hann var nú aldrei settur opinberlega fram. Og ef ég man rétt, þá var hann, held ég, frekar 12 línur heldur en 15 á svona hálfu A4 blaði. Ég kallaði eftir þessum málefnasamningi og fékk hann hér eftir nokkra eftirgangssemi í upphafi kjörtímabilsins og var þá reyndar sagt að gerður yrði ný samningur og ítalegri og yrði svo lagður fram í bæjarstjórn, en mér ekki kunnugt að það hefði verið gert á þessu kjörtímabili, að minnsta kosti ekki opinberlega þannig að íbúar hafi geta farið yfir hann. En kannski skipti það ekki máli. Það sjálfsagt að geta þess að fjárhagsáætlun hefur á þessu ári verið unnin í ágætri sátt eins og reyndar allar fjárhagsáætlanir á þessu kjörtímabili og ég ger ekki ráð fyrir öðru en að fjárhagsáætlun verið samþykkt hér samhljóða og eftir eins og allar fjárhagsáætlanir sem hafa verið lagðar fram hér á þessu kjörtímabili. Og mér finnst það merki góða samvinnu og ábyrga afstöðu bæði meirihluta og minnihluta og til gamans þá má geta þess að aðeins einu sinni áður í sögu sveitarfélagsins hefur það gerst að fjárhagsáætlun hafi verið samþykkt samhljóða og það var árið 2003. En öll önnur ára þá hefur minnihlutin tekið þá afstöðu að vísa ábyrgðinni á meirihlutan og taka ekki afstöðu til fjárhagsáætlunar. En fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði höfðu ákveðnar áherslur í þessari fjárhagsáætlunargerð og þær fengu flestar jákvæða meðhöndlun í gerð áætlunarinnar og það ber að þakka fyrir það. Eitt af því fáa sem ekki náðist samstaða gjaldfrjáls aðgangur barna að strætó og það í raun leitt hvað meirihlutin hefur verið eindreginn í þeirri ákvörðun sinni að fara að rukka börnum aðgang að almenningssamgöngum. Tekjur af þessari gjaldtöku verða afar litlar en vandkvæðin við framkvæmd hennar eiga eftir að valda vandræðum. Mér segir svo hugur að það verði í raun ekki nema kannski 1 til 2 ár þangað til að þessari ákvörðun verður breytt aftur til fyrra horfs. Og mörguleyti hefur mér fundist, verður að segja það bara hér, að þetta sé svona frekar pólitískt heldur en efnislegt. Í öllu þeirri stóru mynd sem við erum að tala að þetta skuli hafa verið eitthvað ágreiningsatriði meira svona vegna þess að þetta var nú eitthvað sem að Sjálfstæðisflokkurinn setti á og var ekki hægt að bjóða upp á hér áfram. En að öðru leyti að þá voru fá ágreiningsmál við afgreiðslu þessarar fjárhagsáætlunar. Og leið og ég þakka bæjarstjóra og starfsmönnum sveitarfélagsins og bæjarfulltrúum öllum fyrir vel unnin störf og gott samstarf, að þá vil ég svona í heildina segja að það við bara fríðilega tekist til á þessu kjörtímabili. Það ætti ekki vera ástæði til þess að skamma neinn eftir þetta kjörtímabil og enginn ætti að þurfa að krefjast þess að einhver biðjist afsökunar á verkum sínum á kjörtímabilinu.
En að því sögðu þá ætla ég að fá að lesa hér upp bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem svo hljóðandi. Fjárhagsáætlun nú lögð fram í síðasta skipti á þessu kjörtímabili. Hagfelld þróun efnahagsmála, minnkun atvinnuleysis og hækkun atvinnutekna hafa leitt til þess að árlega tekjur bæjarsjóðs hafa hækkað tæp 40% á milli áranna 2014 og 17 en 3.700 milljónir króna á ársgrundvelli. Þá hefur aðhaldssamur rekstur auk lækkandi kostnaðar meðal annars vegna fjárhagsaðstoðar og húsaleigubóta leitt til þess að rekstrargjöld hafa vaxið hægar en tekjur. Auka álag og útsvar hefur nú verið lagt á í 3 ár í röð. Það var full sátt í bæjarstjórn. Á sama hátt það sameiginleg niðurstaða allra bæjarfulltrúa að lækka nú útsvarnir í hefðbundið hámark. Auk þess var góð sátt þá skoðun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að lækka skattprósentu fasteignaskatts að hluta á móti hækkunum fasteignaskatts. Vegna ákvörðunar lækkun útsvars nú áramótin hækka tekjur mun minna en gjöld á milli áranna 2017 og 18. Tekjuspá næstu ára varfærin og þarf að gæta þess að sú varfærni dragi ekki of úr getu sveitarfélagsins til að veita íbúum góða þjónustu. Þannig má benda á að íbúafjölgun verður öllum líkindum meiri en spáin gerir ráð fyrir og skatttekjur og framlög frá jöfnunarsjóði væntanlega talsvert á lág. Fjölgun íbúa fylgir þó einnig útgjalda auki. Talsverðar breytingar gerðar á efnahagsreikningi sem leiðir til tímabundinnar lækkunar á skuldum, samstæðunar en hækkunar á skuldum bæjarsjóðs. Flestar þessar breytingar jákvæðar. Ekki varð af neinum skuldaniðurfellingum í viðræðum við kröfuhafa eins og meirihluti bæjarstjórnar stefndi að í upphafi kjörtímabils, þó nokkur árangur hafi náðst með lækkun vaxta. Mikil vonbrigði fylgja þó samningu við ríkissjóð og ríkisbankana endurskipulagningu fasteignar HF, en þar vaxtakjör sveitarfélagsins óhagfelld ef borið saman við vaxtakjör okkar hjá lánasjóði sveitarfélaga. Það dapurt að hæstu vextir sem sveitarfélagið krafið vegna skulda sinna sé af hálfu ríkisins. Mikill kostnaður hefur fylgt þeirri vinnu sem viðræður við kröfuhafa hefur kallað á og staðið hefur verið yfir í rúm 3 ár. Afar mikilvægt að kostnaður vegna þeirrar vinnu verði endurgreiddur að fullu frá jöfnunarsjóði eins og rætt hefur verið Að öðrum kosti hefur ekki verið til mikils unnið. Fjárhagsáætlun 2018-22 hefur verið unnin í góðri sátt allra bæjarfulltrúa. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins munu því samþykkja fyrirliggjandi áætlun eins og þeir hafa gert allt þetta kjörtímabil. Það merki góða samvinnu og leið ábyrga afstöðu allra bæjarfulltrúa, jafnvel þó að þeir tilheyri minnihluta bæjarstjórnar. Má geta þess að fyrir þetta kjörtímabil hafði fjárhagsáætlun aðeins einu sinni áður verið samþykkt samhljóða í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í bæjarráði höfðu ákveðnar áherslur í þessari fjárhagsáætlunargerð og fengu flestar þeirra jákvæða meðhöndlun. Eitt af því fáa sem ekki náðist samstaða gjaldfrjáls aðgangur barna að strætó. Það leitt hvað meirihlutinn hefur verið eindreginn í því ákvörðun sinni að rukka börnum aðgang að almenningssamgöngum, sérstaklega í ljósi þess hvað það skila bæjarfélaginu litlum tekjum. Hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítrekað bóka vegna þessarar ákvörðunar. Að öðru leyti hafa fá ágreiningsmál komið upp við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins þakka bæjarstjóra, starfsmennu sveitarfélagsins og bæjarfulltrúum öllum fyrir vel unnin störf og gott samstarf gerð fjárhagsáætlunar. Og undir þetta rita bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem hér sitja. Kristinn Jakobsson. Forseti, ég langar aðeins að fara í ræðu bæjarfulltrúa Böðvars og kannski hæla meirihlutanum eða starfsmönnum bæjarins fyrir góða vinnu leið og í gagnrýni ræðu Böðvars vegna þess að það verður að gæta ákveðna varúðarsjónarmiða við fjárhagsáætlanagerð að færa áætlaðar tekjur ekki of hátt og helst að ofmeta gjöldin. Ég held að það sýnist að vera, ég hef ekki borið það saman beint og ekki hægt að bera það saman fjárhagsáætlun þess árs og niðurstöðu ársreikninga, en mér sýnist að það verði veruleg
veruleg aukning á tekjum á milli ára og miða við fjárhagsáætlun að hún sé töluverð niðurstaðar ársreikninga fyrir 2017 verði mun betur heldur en áætlunin gerir ráð fyrir. Þetta það sem að meirihluti síðasta kjörtímabils, meirihluti sjálfstæðismanna, ekki bara síðasta kjörtímabils, væntanlega frá 1993 eða 2003 segi, gerði ekki. Áætlanirnar þar voru alveg út úr korti. Fjárhagsáætlanir meirihluta sjálfstæðismanna frá 2003 til 2012 eða 10 eða 14 fyrir ekki, voru bara út úr korti. Það voru yfirleitt mjög ofáætlaðar miðað við ársreikninga og það alveg eðlilegt að minnihlutinn þá hafi lýst ábyrgð meirihlutans á þeirri fjárhagsáætlanagerð. Ég er sammála hins vegar bæjarfulltrúa Böðvarí að ríkið setur lög og er leið mjög óbilgjant við að semja við bæjarfélagið eða sveitarfélögin varðandi vexti og kjörum á þessum lánum sem það erði frá bönkunum. Það sem dvelur inn í Kirkjukóli. Við erum, eins og hann sagði, þá erum við að borga 4,8% vexti sem er töluvert hærri heldur en vexti sem við fáum okkur standandi boða hjá lánasjóði sveitarfélag. Og ég skil ekki alveg afstöðu ríkisins. Þau ríkið setur fjárhagsreglur sveitarfélaga sem okkur ber að fara eftir og síðan þurfum við að semja við þá sama kjörin á þessum lánum sem við búum við, sem er í raun og veru algjörlega ólíðandi. Og ég er sammála bæjarfulltrúanum að við verðum að vera fljóta að reynda eina endurfjármögnun á þessum lánum. Þetta er algjörlega út í hött. Gunnar Þórðarsson. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Ég minnist þess að því að Böðvar var hér að tala að við værum að eigna okkur eitthvað. Það hefur gert á þar síðasta fundi eða síðasta fundi, ég man það ekki. Þá var það nú þannig að strax eftir kosningar, fljótlega eftir kosningar, þá hittumst við, sem að nú myndum meirihlutann, svo kallaða, og áttum viðtal við Víkurfréttir. Og þar var strax kveðins á tónn að við vildum eiga gott samstarf við minnihlutann. Og það hefur gengið eftir. Og er bara svona vísir að því að þetta hefur gengið betur heldur en vera skildi. Það er alltaf erfitt að þurfa að berjast alla hluti, en þægilega að geta komist að ykkur í málamiðlun ef að því að skipta. Og ég vil bara þakka minnihlutanum fyrir þetta. Varðandi stefnuskrána, þá er það náttúrulega bara augljóst að við þurftum að sýna aðhaldssemi. Það var nauðsynlegt. Og hvað gerir aðhaldsamur maður? Hann passar að lofa ekki á miklu. Það er bara einfalt. Við höfum eins og komið miklu meira í verk heldur við lofuðum. Miklu meira. Og það má þakka líka minnihlutanum fyrir það. Það er sjálfsögður. Þannig að það er ekkert hægt að kvarta við því. Það hefur hins vegar, eins og hér hefur verið nefnt, verið erfitt að semja við þessa lánardrottnar. Það er kannski eðlilegt. Okkur hefur kannski gengið of vel að reka sveitarfélagið.
haldið vel á spílunum, verið aðhaldssöm og stigið á bremsuna stundum eins og vera ber til þess að ná árangri. Þetta ágæta orð sóknin er auðvitað svona pínlítið rangnefni, en samt er sagt að sókn sé besta vörnin, en auðvitað höfum við fyrst og fremst verið að verjast. Og það er auðvitað ekki bara að verjast því að lánadrottnar myndu, kröfuhafar myndu valta yfir okkur, sem þeir gerðu náttúrulega alls ekki, en líka hitt að halda aftur af okkur sjálfum. Það er auðvitað nauðsynlegt við svona aðstæður. Passa það að missa sig ekki í einhverju helvítis vitleysu. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er svona að missa sig ekki einhverja vitleysu, en mér langar nú að þakka Böðvari og Kristni fyrir góð orð og fyrir góða samvinnu allt kjörtímabilið. Hún hefur verið mjög góð og stundum hefur við tekist á og eins og gott er, og menn hafa skipst á skoðunum ýmislegt, en í heildina þá held ég að samvinnan hafi skilað okkur mjög áfram og áfram veginn, og það sýnir sig að staðan í dag er ólíkt betri heldur en var 2014. Mér er að minnist þegar ég fór á fyrsta fundinn með Kristján Óskarsinni, þrotabúi Glitnis, til að tilkynna honum það að við getum ekki borgað af lánunum okkar. Og þá virtist þetta vera hálfgerður óvinnandi vegur fyrir okkur eins og staðan var þá. En það hefur ræst úr og hlutinni kannski orðið mun betri heldur en við gerum okkur vonur í upphafi. Þetta er mikil vinna og er gott samstarf. Það hefur verið gott samstarf innan meirihlutans alla tíð. Menn hafa hist mikið. Það fóru ansi margir laugardagar hjá okkur fyrstu 2 árin sem bæjarstjórinn lamdi okkur áfram, og að bera þakka fyrir það, þó að maður stundum þoldi það ekki að vera alla laugardaga. En þetta hefur skilað þessu. Það er mjög ánægilegt. Mér langar aðeins að þetta var þetta tekjuáætlun okkar. Við settum okkur það markmið strax, eins og bæjarstjórinn hefur nefnt hérna og Gunnar, að gæta hófs í tekjuáætlun. Það var eitthvað sem við vorum að reyna að læra af frá fyrri árum. Við skoðum áætlanir langt aftur og bak og sáum það að tekjuáætlanir voru ekki að standast, og kannski ekki síst að voru gjaldahlutin ekki að standast. Og við settum okkur þau markmið að gera áætlanir betur eða bæta áætlanagerðina verulega. Við fengum líka mjög skýr skilaboð frá eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga á fundi með þeim að áætlanir frá Reykjanesbæ höfðu verið slakar og allar áætlanir tekjur höfðu hrunið, hefðu ekki staðist, og kostnaðaráætlanir hefðu ekki alveg gengið eftir. Við vitum að það var ekki endilega með vilja gert, við vitum það var ýmislegt sem kom upp á fyrri árum eins og við höfum rætt oft hérna. En meðal annars höfðum við væntingar vegna tekna af álveri og kísilveri gennum tíðina. Það hefði nú ekki alveg gengið eftir eins og við vitum, og þegar við horfum á framtíðina í Helguvík þá ríkir mikil óvissa þá framtíð. Það er ekkert að gerast í álverinu. United Silicon er stopp í greiðslustöðvun og mikil óvissa ríkir framtíðina stóriðjumál í Helguvík. Við höfum líka væntingur ýmislegt annað í Helguvík á síðustu 10-12 árum sem ekki hefur orðið eftir, og við vitum og þekkjum öll ræðurnar í gegnum tíðina þar sem við vorum með mikla væntingar, og tekjur hafnar nátt að vera
margfalt meira heldur en það hafa nokt tíðan orðið, en því miður hefur ekkert orðið úr þessu. Þannig að við vildum gæta hófs í tekjuáætlunum og að reyna að gera þess nákvæmt eins og við gætum og helst ekki að skrá inn tekju fyrir að það voru komnar í kassan. Það er líka ýmislegt að gerast í samfélaginu sem er erfitt. Mikil fjölgun kallar á mikinn kostnað og við þekkjum það sem hefur verið í þessu smá tíma að íbúafjölgun kostar svo sannarlega, og við á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga kom það óneitanlega fram hjá nokkrum ræðuhöldurum fjármál sveitarfélaga að fjölgun íbúa væri að valda mikla vandræðum hjá sveitarfélögum. Hækkun verðbólgu er eitt sem er stór hættuleg fyrir okkur. Við erum með verðtryggð lán og það eru sumir sem spá hækkun verðbólgu á næstu árum. Það geta haft mikil áhrif á okkur. Það er líka óvissa launahækkanir á næsta ári og næstu árum. Og síðan kom frétt í dag í fjölmiðlum sem er ansi merkileg, hefur farið lágt, en vöxtur í ferðaþjónustu á síðustu 3 mánuðum, eða 3. ársfjórðungi, var minni heldur en allar spár sögðu, og það þurfa að leita alla leið til 2010 til að finna minni vöxt. Þannig að það er ýmislegt sem ber að varast, og þess vegna held ég að sé mjög gott að gæta hófs í þessari tekjuáætlun. Ég tek undir orð Bæjarfulltrúabæjarráðs samningarna við ríkið, samningar Reykjanesbæjar við ríkið hafa verið erfiðir, tekið langan tíma, og það er alveg óhætt að segja það að við höfum ekki fengið neina hjálp frá ríkinu. Það er bara því miður þannig, og við erum nú búin að hitta þingmenn mörgum sinnum og ráðherra mörgum sinnum úr öllum flokkum, og það er bara ekki gengið neitt. Og nýlega kynntum við úttekt á fjárveitingum ríkisins til fyrirtækja á Suðurnesjum, eins og Heilsu, HSS og Fjölbrautaskólans og lögreglunar, og við erum allstaðar þar í botni. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að sækja mjög harkalega á og fá aðstoð allra til að gera það, og ég veit að fulltrúar bæði meiri og minni hluta munu gera það. En staðan er samt sem áður óneitanlega mun betri í dag heldur en var fyrir rúmum 3 árum síðan, og fyrir það ber að þakka. Ég ætla ekki að telja upp nöfn hérna, en ég vil þó gjarnan, af því að Kjartan bæjarstjóri nefndi hún ekki sjálfan sig, en góð verkstjórn hjá honum, bæði gagnvart starfsfólki Reykjanesbæjar og okkur í meirihlutanum sem á minnihluta, hefur skilað miklum árangri, og vil ég þakka Kjartani sérstaklega fyrir hans vinnu í þessu. Ég veit að þetta er ekki skemmtilegt að vera þvælst í þessu alla daga, hann vil freka vera að hugsa eitthvað annað í framtíðinni, en hann hefur staðið sér frábærlega vel og vil ég þakka honum fyrir það. Leið vil ég líka þakka öllum starfsmönnum Reykjanesbæjar sem eru nú að nálgast 1000. Allir hafa hjálpað okkur, það voru erfiði dagar og tímar 2014 og 2015 þegar við vorum að bæjarstjórn var að skera niður laun og akstursstyrki og ýmislegt annað sem við tókum á. Ég veit að þetta var mjög erfitt og starfsmenn hættu hjá okkur og annað slíkt. Þetta hefur allstaðar reynt vel á, en í heildina verður að segja að starfsmenn hafa verið alveg sérlega almennlegir og staðið vel með okkur. Ég vil bara þakka öllum fyrir aðstofuna og samstarfið, og vonandi gengur til áfram hjá okkur. Það hafa ekki fleiri hvað sér ljós. Það verður svona að gera svo vel. Virðulegi forseti, aðeins bara að fá að bregðast hér við umræðum vegna áætlana, að þá er það auðvitað svo að áætlanir hafa ekkert frekar staðist á þessu kjörtímabili heldur en mörgum kjörtímabilim þar á undan. Ég minni nú á að tekjur voru hér næstu heilum milljarði yfir áætlun sem var sett fram hérna einu árinu. Munurinn er hins vegar sá, og vissulega er það jákvæð breyting, að munurinn er hins vegar yfirleitt í jákvæð átt í staðin fyrir að vera í neikvæð átt. Og ég vil bara ítreka það sem ég sagði hér í mínu fyrra máli, að það er ágætt að hafa borð fyrir báru.
En við erum ekki að reka fyrirtæki þar sem að markmiðið bara ef að tekjurnar verði meiri þá eykst hagnaðurinn, heldur erum við að reka sveitarfélag og við eigum að reyna að gera eins raunhæfar áætlanir, alveg eins og formaður bæjarráðs nefndi hér, eins raunhæfar áætlanir og mögulegt og við vitum það alveg og við getum bara sagt það núna þegar að búið að ganga frá þessum samningum að við höfum auðvitað verið að halda áætlunum, sérstaklega tekja áætlunum niðri vegna þess að við höfum oft á tíðum ekki vilja sýna hvaða mynd við gætum verið að sjá og við höfum yfirleitt séð þegar upp staðið. Þannig að orð mín voru þau, við eigum að reyna að sýna raunhæfar tekjur eins og við sjáum þær fyrir okkur, það ágætt að hafa borð fyrir báru til þess að geta mætt einhverjum óvæntum skakkaföllum, en við eigum ekki að skrifa það svo mikið niður að við séum að veita hugsanlega verri þjónustu til íbúana heldur en við raunverulega gætum með að við þær tekjur sem við munum fá. Kristinn Jakobsson. Virðulegur forseti, ég er hjartanlega sammálaður bæjarfulltrúa Böðvari að þær eiga að vera raunhæfar fjárhagsáætlanir og sem næst raunveruleikanum en ég ætla að ítreka það að við þurfum að passa okkur að ofáætla ekki tekjurnar og helst ofáætla gjöldin og þá verður eins og niðurstaða síðustu fjárhagsáætlana, samanburða fjárhagsáætlana á ársreikninga að niðurstaðan jákvæð. Bara ég man eftir ég held að það hafi verið fjárhagsáætlun fyrir 2013. Þá var svokölluð útkomuspá eða viðauka fjárhagsáætlun gerð í nóvember 2013 sem gerir ráð fyrir 200-300 milljónum í plús í nóvember 2013. 200-300 milljónum í plús, niðurstaðan varð milljarður í mínus. Og það var nú öll raunhæfi, sko, þessi raunhafa eins og bæjarfulltrúi Böðvar var að segja, það var raunhæft í málefni eða í áætlunum hjá Sjálfstæðisflokknum á síðasta kjörtímabili. Því nú miður. Þeir höfðu sko þeir gerðu útkomuspá eða viðauka áætlun, fjárhagsáætlun í nóvember og skekkjan var í raun og veru milli 12 og 1300 milljónir. Friðjón Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eitt sem ég gleymdi áðan sem langaði að nefna það að við erum jú að vinna eftir aðlögunaráætlun Reykjanesbæjar sem það samþykkt hefur verið hér í bæjarstjórn og hjá eftirlitsnefnd. Þannig að við skulum passa gleðina, það ekki alveg þannig að við séum komin fyrir vind í öllum sköpum hlutum. Við eigum erfitt verk framundan að halda okkur þessi áætlun og ég veit að það verður ekki létt verk en okkur mun að sjálfsögðu takast það. En aðeins einu sem ég sagði ekki frá áðan var að í málefnasamningi núverandi meirihluta var rætt að gæta að barnafjölskyldum og reyna að vernda þeirra hag sem mestan, eða hafa þeirra hag sem mestan og eins og Gunnar fór yfir hérna áðan og þess vegna höfum við lagt alla áherslu á það að gæta þeim málaflokki og með því að veita gjaldfrjáls námsgögn meðal annars og fleira í þeim dúr eins og þið þekkið en það var auðvitað aðalinntak okkar í þessu málefnasamningi. Já, ég ætla aðeins að fá að tjá mig þetta. Ég vil fyrst lýsa ánægju minni með það að hér skulum við vera að leggja fram áætlun eða áætlanir til 2022 sem að vænta má að við samþykkjum samhljóða og eins og bæjarfulltrúi Böðvar benti á er það í raun og veru nýmæli frá því sem áður var og ég vil nú ekki
heimfæra það upp á vondan minnihluta á þeim tíma, menn hafi ekki verið að samþykja þetta á þessum tíma. Ég lét nú ýmis orð falla áætlanir fyrir ára þegar ég satt hér í bæjarstjórn frá 2003 til 2010 og vildi meina það að menn hafi stundum verið að fara fram úr sér í áætlunum tekjur eða van áætla útgjöld til velferðarmála sem voru lögbundin og enda kom þátt á daginn að þannig var það í raun. En þetta er liðin tíð og við erum hér að horfa til framtíðar og skoða möguleika hvort til framtíðar. Ég held að þrátt fyrir að sveitarfélagið eigi inni hugsanlega einhverjar tekjur, þá sé það bara ágætt. Samkvæmt öllum mælingum erum við að gera svipað og sambarilegt í þjónustu eins og önnur sveitarfélag og ef að til þess kemur að tekjur verða meiri heldur en áætlanir gera ráð fyrir, þá losnum við bara fyrir við þessa eftirlitsnefnd sem að yfir okkur situr frá degi til dags. Og ég get ekki séð að það sé nokkuð slæmt við það. Ég held að við hljótum bara að fagna því fyrr, því betra. Þannig að ég held að það sé bara ágætt ef að eitthvað fer í skúffuna eða kommóðuna hjá henni Þóreyju sem að við getum nýtt til þess að borga niður lán eins fljótt og kostur er. Ég eins og fleiri er auðvitað og taldi og vildi að fá skuldaniðurfellingar á sínu tíma en við náðum bara ekki þangað. Það var bara ekki séns í helviti. Enda hefur engin áhuga á því að gefa peninga. Og þeir sem við vorum að eiga við, þeir voru forsvarsmenn sjóða eða annara aðila sem að höfðu hagsmuna að geta af því að og voru bara að verja sig með kjaft og klóm. Og þannig er það líka gagnvart ríki þó manni finnist að ríki eigi að vera gott við okkur, þá eru þið líka að hugsa almannahag í heildina og ég held að ef að allar þessar áætlanir ganga eftir sem að hafa verið skrifaðar inn í aðlögunaráætlunina og það sem að við höfum verið að gera gagnvart þessari fjárhagsáætlun til 2022 ef að þetta ber árangur sem að við erum að gera, þá held ég að við getum vel við unað. Auðvitað er ég ekki sáttur við það að vera með 4,8% vextin í F5 en þeir voru upp 6 á sínu tíma samþykktu menn 6% vexti á Hljómahöllinni og það er þá búið að taka þetta niður 1,2% stig sem er auðvitað jákvætt í sjálfu sér. Hefðu kannski geta orðið meira ef að við höfum haft lánstraust hjá Lánasjóði sveitarfélaga til að geta endurfjármagnað þetta. En svo er heldur ekkert víst að við viljum eiga alla þessar eignir sem er inn í F5 og ég skil það að menn meti það sem áhættu þeirra megin að hafa þetta inn í F5 af því að þeir geta á endunum setið upp með alla þessar eignir ef að þannig verkast vill. Vonandi verður það ekki, vonandi náum við að halda þessu hjá okkur. Þannig að það eru auðvitað tvær hliðar á þessu. Við vitum heldur ekki þrátt fyrir að við okkur hefur tekist að halda gjöldum í skefjun eins og hefur komið í ljós, þá er bara ýmislegt framundan. Við vitum ekki hver samsetning þeirra íbúafjölgunar sem mun eiga sér stað verður. Og við vitum það, við sjáum að við erum að fara að byggja nýjan skóla inn í Njarðvík sem er bara í aðlögunaráætlun upp á einhverja rúma 3 milljarða en það er strax fyrir séð að þessi skóli muni kosta í kringum 5 milljarða. Hvenær hvort að við klárum hann utan aðlögunaráætlunar ekki, þá þurfum við samt að eiga borð fyrir báru og geta fjármagnað hann þegar að því kemur. Bæjarstjóri benti á það líka hér held ég á síðasta bæjarstjórnarfundi að miðað við þessa fólksfjölgun gæti það átt sér stað að við þurftum að fara að huga að nýjum skóla.
og ekki verður hann ókeypis. Þannig að það ýmislegt í framundan sem er í óvissu. Líka það í óvissu hvað gerist í höfninni, eins og hér hefur verið bent á. Hér eru menn í málaferlum hver við annan út í United Silicon og þjóðkenna hver annan og hér hafa íbúar risið upp og vilja ekki þessa verksmiðju. Og við vitum ekkert hvað verður Thorsil. Við vorum búin að reikna hér með 100 milljóna inn í aðlögunaráætlun og til framtíðar af þessum rekstri í Helguvík, en það ekkert fyrirséð að það sé að skila sér. Og ef að svo fer, þá situr bæjarsjóður upp með skuldir hafnarinnar. Þannig að á einhverjum tímapunkti gætu íbúar þurft að fara að greiða niður skuldir hafnarinnar. Þannig að mér líkar það ágætlega að þessi stefna sem að tekin hefur verið að vanáætla tekjur og hugsanlega ofaætla gjöld. Þannig að við eigum þá eitthvað til í sjóðum eða getum undirbúið okkur þá fyrir einhverja þá atburði sem að gera það að verkum að við þurfum að bregðast við og leggja út einhverja fjármuni sem við vitum ekki núna. En ég er ánægður með hvernig til hefur tekist. Ég er líka ánægður með hvað ég var að segja, það sjónarhald sem kom fram og þau sjónarmið bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem komu hér fram í orðum Böðvars og hef verið ánægður þegar við vorum kannski komin með það hvernig við höfum getað unnið saman, þegar við vorum komin svona yfir brattasta hjallana í fyrstu vinnunni. En samstarfið hefur verið ágætt í bæjarstjórn og líka í bæjarráði og nefndum. Við sáum það bara til dæmis í fundargerð íþrótta- og tónlistarráðs sem að allt ráði sameinaðist það að hvetja okkur í bæjarráði til þess að samþykkja hækkun hvatagreiðslna upp í 18 ár. Og það bara fjarska gott þegar að menn sameinast svona hluti, því að í raun erum við bara ein bæjarstjórn, og þannig er það best ef við getum haft það þannig. Og ég held að við höfum sent skýr merki samstarfsvilja hér á þessu kjörtímabili sem oft hefur ekki verið til staðar áður. Þannig að ég held að ég get ekki annað en að lýsa ánægju minni með það sem að hér hefur framkomið og þær áætlanir sem að við erum hér að leggja fram. Og tek undir það, og það var nú meðal annars lagt hér til af meiri hlutunum að viðhafa faglegt umsóknarferli stöðu bæjarstjóra á sínum tíma. Og ég held að það hafi tekist bara vel til. Við fengum hér kraftmikinn og áræðinn bæjarstjóra sem hefur haldið okkur við efnið allt þetta kjörtímabil og það skiptir okkur máli að þannig hafi það verið, og ég vil þakka honum fyrir það sem hann hefur lagt til á þessu kjörtímabili. Eysteinn Eyjólfsson, gerð svo. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Það er ánægjulegt sjálfur sér að broddurinn í athugasemdum, ég ætla ekki einu svona að kalla það gagnrýni bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við fjárhagsáætlunina sem að við erum núna með til seinni umræðu, sé það að hún sé í eðli sínu og svartsýn. Og svona kannski í öðrum þræði líka verið að tala það að hér sé verið að all bæjarstjórn að samþykkja fjárhagsáætlunina, gefið mér eins og hefur gert undanfarin ár og mér finnst svona að liggja í loftinu og það vel. En það teljist þá til tekna að það hafi ekki gerst á síðustu kjörtímabili. Ég finn mér svona knúinn til þess hafandi verið hér bæði varabæjarfulltrúi og aðalbæjarfulltrúi síðasta kjörtímabili 2010 til 2014 að svona einhvern veginn að skýra það út af hverju við bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar þá og Framsóknarflokksins ofta tíðum samþykktum ekki, greiddum jafnvel atkvæði gegn held ég eitthvað tímann fjárhagsáætlun sem var nú alveg þótti fáhært. Skýra það svona ef að
þessar 2 blaðsíðna bókanir sem við stundum bókuðum hafi ekki alveg náði gegn á sínum tíma og við þóttum út aldrei duglegir að skila inn. En það var eiginlega bæjarfulltrúi Kristinn Þór sem að rammaði þetta inn eiginlega í einni setningu að áætluninu voru algjörlega út úr korti fyrir meirihluta. Þannig að, og ef maður finnst eitthvað út úr korti og óraunhæft, þá samþykkir maður það ekki. Það er bara grunnurinn að þessu, og enda sýndu það ásetningarnir sem komu og bæjarfulltrúi Kristinn tók þetta ágæta dæmi frá nóvember 2013 sem ég var nú búin að gleyma, sem á svona alveg svona eiginlega endurspeglaði þetta dálítið mikið hvernig þetta var allt saman. Því að við höfum ekki gleyma því sko að ef við fyrst erum farin í sagnfræðina og varum að tala um fyrir kjörtímabil og minnihluta og meirihluta þá, að bærinn var ekki rekinn með afgangi í 11 nema í 1 ár af 12 á þeim árum sem að sjálfstæðismenn réðu hér einir. Og það var alltaf leita til þess að selja eignir til þess að brúa bilið. Og þá sjaldnast kannski mikið talað um það í áætlunum fyrirfram, svona ég man það, heldur svona gert. Þannig að það var kannski þessuna sem að okkur fannst svona trúveruleikinn á fjárhagsáætlunum vera einhvern veginn að fjara undan og sáum ekki ástæði til að styðja þær. Það var nú oft samt reynda þannig að það sem við vorum að tala um í minnihlutanum þá leitaði inn í fjárhagsáætlunum og það má fyrrverandi meirihluti alveg eiga skuldlaust að hann átti og brást vel við tillögum eins og þeir sem núna stjórna bænum. Þetta bentum við ítrekað á í alveg ægilegum bókunum ásetninga bæjarins þegar þeir voru lagðir fram hér og bentum á veikleikana í rekstrinu. Og við vorum ekkert að leika okkur af því, það var voða leiðilegt að standa hérna uppi alltaf svo ég barmi mér aðeins svona, fyrst maður kominn á skrið. Að vera alltaf að tala illa eða tala neikvætt rekstur bæjarins og get ekki stutt fjárhagsáætlanir, þannig að menn voru svo sem ekkert að leika sér að því. En það var semst ekkert að ósekju að það þurfti að leggja í sóknina. Það var ástæði fyrir af hverju við þurftum að ganga og tala við eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga sem það reyndar ítrekað að vera að gefa okkur guldspjald áður. Það var ekkert verið að leika sér að því. Þannig að ég tel að það sé núna þegar við heyrum og sjáum rekstrartölu bæjarins og við heyrum og sjáum fjárhagsáætlun sem við erum að fara að samþykkja núna fyrir árið 2018 sem reynda minnihlutunum finnst ekki eiginlega að vera nógu mikil svona kosninga ás fjárhagsáætlun. Þeir myndu vilja gefa aðeins í og áætla og fara að lofa inn á einhverjar væntartekjur. En það sýnir það akkurat eins og bæjarfulltrúi Gunnar talaði um áðan sem hefur verið kannski undirliggjandi motto þessa meirihluta sem hefur stjórnað núna bráðum í 4 ár á þess að það hefur verið einhvers staðar smelt í stein að hér hefur við reynt að lofa minna en framkvæma meira. Það er betra að áætla varlega, eiga síðan eitthvað borð fyrir báru til að gera aðeins meira heldur en lagt var upp með. Og alltaf, að því að bæjarfulltrúi Böðvar talaði um það í ræðu sinni að ekki ætti að reka bæjarfélög eins og fyrirtæki og þess að þurfti að hugsa um þjónustu íbúana, alltaf hugsa til íbúana. Alltaf reynt eins og var lagt upp með frá byrjun þessa kjörtímabilis að reyna að hlífa íbúum bæjarins og þá sérstaklega barnafjölskyldum eins og mögulegt er. Undirliggjandi í allri hugsun og vinnu sem hefur verið lögð fram. Af því að það er náttúrulega merkilegast fyrir börnin er að hlúa vel að framtíðinni og þetta eru framtíðar hugsanir sem ráða fjárhagsáætlun núna og því sem að búið er að gera núna á þessum 4 árum. Þannig að hér hefur verið lyft grettistaki í fjármálum Reykjanesbæjar. Rekstrartöluna sína þessi kannski full varkára fjárhagsáætlun sem að má skilja gagnrýni minnihlutans rétt eða hlut af minnihlutanum. Nú sýnir það líka að þessi bæjarstjórn, meirihluti og minnihluti, starfsmenn bæjarins, þar með bæjarstjórinn okkar Knáa í fararbroddi og allir
íbúa bæjarins hafa tekið á sig ástandið sem var og lyft saman grettistaki. Þá bara að segja takk fyrir það. Ég ætla að segja takk fyrir mitt leyti. Ísafjörður Birkir. Virðulegur forseti, ég ætla nú ekki að hætta mér hér út í söguskýringar eða sagnfræði eða fyrri fjárhagsáætlanir. Ég ætla eins og að vera á sömu nótum og oddvitar allra stjórnmálaflokkana hér við í bæjarstjórn, vera á jákvæða nótunum. Ég hef komið víða við í nefndum bæjarins á þessu kjörtímabili og alls þar hefur verið gríðarlega góð samstaða og góð samvinna. Mér langar að nefna það atriði sem að forseti nefndi hér áðan varðandi hvatagreiðslurnar. Við erum hér búin að tala um þessi lögmætu verkefni, skuldaviðmið, skuldahlutfall, viðræði við kröfuhafa, þannig að nú ákvað ég að koma hérna upp og tala um þá þessi litlu sætu verkefni sem þá í stefnumótun þá í þessari fjárhagsáætlun. Það ótrúlega jákvætt að það sé verið að færa hvatagreiðslurnar upp til 18 ára aldurs fyrir íþrótta- og tómstundaiðkun barna og ungmenna. En ég hef og hækkun á hvatagreiðslunni í fjárhæðum, en mér langar samt að nefna eitt sem ég held að sé stærsta verkefnið framundan. Það sem hefur verið undanfarið þessi gigantíska íbúafjölgun ár eftir ár eftir ár eftir ár, og ég hef sagt að bæði í fræðsluráði og í velferðarnefnd að það eru allir komnir frá Kópavogsskjör og Raufarhöfn. Þeir sem munu koma hér í framtíðinu og hafa verið að koma, munu koma erlendis frá. Og það gerist núna í september að Reykjanesbær var það sveitarfélag sem með hæsta hlutfall erlendra íbúa. Það gerist núna í september. Og þau sveitarfélög sem hafa borið þennan titil áður hafa oft á tíðum verið lítil sveitarfélög, til dæmis á Vestfjörðum. Það sem að hver og einn hefur mjög mikið vægi í prósentum. Við erum hér að tala um 18.000 manna samfélag og þessi þróun hefur verið gigantísk. Það eru gríðarleg tækifæri í því, gríðarleg tækifæri í þessari fjölmenningu. En við þurfum að vera tilbúin til þess að takast á við þau verkefni og til dæmis heyrði ég á velferðarnefndarfundi núna daginn að það eru 500 börn í grunnskólum Reykjanesbæjar af erlendum uppruna. 500 börn. Á síðasta ári nýttu sér 100 börn hvatagreiðslur. Þannig að 20% af öllum erlendum íbúum að nýta sér hvatagreiðslur. Ég held að þarna sé tækifæri fyrir okkur að fá börnin til að gera þau að góðum samfélagsstegnum og aðlaða okkar samfélagi í gegnum íþróttir og tómstundaiðkun. Þannig að ég held að við þurfum að setja meiri fókus á þennan hóp í framtíðinni. Mér langar að nefna eitt í viðbót varðandi þetta að mér varst áhugaverð frétt á Víkurhöttu núna á deginum þar sem að sagði að 53% allra félagsmanna verkalýðs- og sjómannafélags Keflavíkur eru af erlendum uppruna. 53% af stóru verkalýðsfélagi hér á Suðurnesjum. Þannig að ég held að við þurfum að fara barnafjölskyldur mjög vel. Við þurfum að hlúa vel að barnafólki, en ég held að við þurfum að fara að spýta enn betur í hvernig við tökumst á við það verkefni að gera þetta fjölmenningarsamfélag eins og við viljum að það verði og þróunin verði eins og við viljum sjá sveitarfélag okkar. Þannig að það er fullt af stórum ákvörðunum sem verða teknar í fjárhagsáætlunum komandi ára, að því að tækifærin eru til staðar, framtíðin er björt. Við erum komin fyrir mesta vindinn, en eins og bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs Friðjón Einarsson nefndi hér áðan að við erum auðvitað enn að vinna eftir aðlögunaráætlun og við erum ekki komin fyrir allan vind, en við erum komin fyrir mesta vind í þeim efnum. Þannig að það eru stór og mikil verkefni framundan að svara þessum spurningum hvernig viljum það samfélag okkar þróist í framtíðar. Takk fyrir þetta, Ísak. Ég vil bara nefna það hér að þetta er verið að skoða þetta. Við höfum auðvitað ágjur á því að ungir erlendir íbúar okkar sé ekki að nýta sér hvatagreiðslurnar og þar af leiðandi ekki. Það getur vel verið að þeir séu samt sem áður í einhverju starfsemi en hugsanlega vegna tungumálarerfiðinga. Þá farið þeir ekki inn á heimasíðuna og nýti sér þetta. En það er verið að skoða það að hvort að við getum ekki skrifað mitt Reykjanes á öðrum tungumál heldur en bara íslensku. Og síðan er auðvitað verið að velta fyrir sér til framtíðar með hvaða hætti við ætlum að nálgast þessa íbúa okkar sem eru orðnir rúmlega 50 af íbúum sveitarfélagsins. Og það þarf bara að fara vandlega yfir það. Við þurfum að greina
það á einhvern hátt hvernig við getum hjálpað þeim til þess að aðlagast þessu samfélag okkar. Og það er bara vinna sem að við erum farin í og verðum í á næstu vikum, mánuðum og misserum. Og við gerðum ráð fyrir fjármunum í Óróstofu og væntanlega verða einhverjir af þeim fjármunum nýttir í þessa vinnu. Nú, ekki meira það, en það hafa ekki fleiri hvassir ljós fjárhagsáætlun. Þá ætla ég að leyfa mér að bera hana undir atkvæði. Þeir sem samþykkja fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana fyrir árið 2018 til 2022 eru beðnir að gefa merki. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, 11-0. Og ágætu bæjarfulltrúar, þá er dagskrá tæmd og við gerum hlé á fundinum á meðan að gengið er frá fundargerðinni.
533. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 5. desember 2017, kl. 17. Viðstaddir Böðvar Jónsson, Elín Rós Bjarnadóttir, Fríðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Kolbrún Jóna Pétursdóttir, Kristinn Þór Jakobsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Jóhann S. Sigurbergsson, Ísak Erni Kristinsson, Eysteinn Eyjólfsson, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forsæti var Guðbrandur Einarsson. Fyrsta mál fundargerðir bæjarráðs frá 23. og 30. nóvember 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Til máls tóku Kjartan Már Kjartansson og Ingigerður Sæmundsdóttir. Fundargerðirnar samþykktar 11:0. Annað mál fundargerðir barnaverndarnefndar frá 20. nóvember 2017. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og fundargerðir lögð fram án umræðu. Þriðja mál fundargerð velferðarráðs frá 27. nóvember. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Ísak Erni Kristinsson, Kristinn Þór Jakobsson, Ingigerður Sæmundsdóttir, Kjartan Már Kjartansson og Fríðjón Einarsson. Fundargerðin samþykkt 9:0. Jóhann S. Sigurbergsson og Kristinn Þór Jakobsson greiddu ekki atkvæði. Fjórða mál fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 28. nóvember. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og fundargerðin samþykkt án umræðu 11:0. Kosning annars varaforseta í bæjarstjórn. Tillaga kom Ingigerði Sæmundsdóttur sem annan varaforseta bæjarstjórnar og var sjálfkjörin. Sjötta máli fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana 2018 til 2022 síðari umræða. Forseti gaf orðið laust fjárhagsáætlunina. Til máls tók Kjartan Már Kjartansson fór yfir helstu liði fjárhagsáætlunarinnar. Og til máls tók Böðvar Jónsson og lagði fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við afgreiðslu fjárhagsáætlana 2018 til 2022. Og með leyfi virðulega forseta þá mun ég ekki lesa bókunina en hún barst okkur rafrænt. Til máls tóku Kristinn Þór Jakobsson, Gunnar Þórarinsson, Fríðjón Einarsson, Böðvar Jónsson, Guðbrandur Einarsson, Eysteinn Eyjólfsson og Ísak Erni Kristinsson. Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega Reykjanesstofnana 2018 til 2022 var samþykkt 11:0. Þeir sem samþykkja fundargerðina eru beðin að gefa merki. Hún samþykkt með 11 atkvæðum. Fundargerðin verður því undirrituð. 533. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hér með slitið. Þetta fyrsta blaðið.